Það komið að, já, getur sagt svona skemmtilegu, vikulegu samtali og við ætlum að fá fréttir úr Flóanum. Hann ekki Sigurjón sér að linni hjá mér. Góðan blessaðan daginn. Góðan og blessaðan daginn. Þú ert staddur eitthvað staðar út á túni bara í blíðskapar veðri? Já, nú bara verið bara í heiskapnum og saman á gott veginn en annarkvort að hyrða eða farga. Það er misjant. Já, já. Það er eins og gengur í lífinu, maður þarf að velja og hafna. Já, nákvæmlega. En það er náttúrulega betra að þegar maður er kannski með mikið eða svona af þeim vondu kostum að þurfa að farga og heldur hann að vanta hei. Já, það er alveg, það er betra að hafa nóg. Já. Þetta er alveg svo heldur matabóð ef það er ekki fyrir smá ábót enda þessu sem er best svongur. Það er svo gott að afgang daginn eftir, sko. Já, fyrir auðvitað það að búa til svona fiximati eða eitthvað. Já, nákvæmlega. En hvað segirðu, hvað er að frétta úr Flóanum? Bara allt gott. Já. Það er fallegt það núna eins og alls þar en þó mætti vera aðeins meira logn en allt í góðu, samt. Ok. Og blíða. Já. En nú fyrir náttúrulega að opna aftur á skrifstofunum hérna í Flóarhreppnum? Já, það er á morgun 28. sem að... Já, 27. í dag, en það er 2 dagar það. Já, 2 dagar í það. Já. Það er svo tappa einu degi. Styttist í þetta saman? Já, þetta styttist og það er ef að menn eru alveg í neyð að hafa samband, þá er þetta að hafa hringi hérna eitt í sig. Já. Indriðadóttir sveitarstjóra. Akkurat. Hún er með 846 1695 ef að fólk er alveg í bráðri þarf til að ná í sveitarstjóran. Já, og tekið framáli bráður en þessin. Já, maður veit svo sem aldrei, sko, fólk er í alls konar erindi gjörðum, sko. En svo... Svo kom ég aðeins að minnast á, hérna núna, fljótlega, þess að á föstudaginn 4. Já. Þá ætla hérna timburhólagrillið að vera sett á. Er þetta árlegt grill? Þetta er árlegt grill og það verður hérna bara heitt í kólanum frá klukkan 20 í timburhólu og þeir sem ekki fara á þessar árlegu útihátíð, það geta farið á svona líkla hátíð hérna hjá okkur og grilla í timburhól sem er mjög fallegt svæði. Trjálundur sem var plantaður út einhvern tíman eftir 1950, sko. Já, ok. Og ofurhugum hérna í Tölverabænum gamla. Mjög skemmtilegt og ágættis aðstæða. Já. Og ekkert vesen að þó að fólk komi með krakka, það er nóg að vera í skóginum, sko. Já, skemmtilegt. Já, það er bara, oftast er svona einhverjir rallleikir og skemmtilegt veit. Ef svo ber undir. Akkurat. En er þú vanur að fara eitthvað svona verslinum hana helgi? Eitthvað í burtu? Nei, þetta er erfið spurning. Ég hef stundum farið á norður í land en hugurinn er alltaf út í Eyjum. Já. Það er náttúrulega eina hátíðin með stóru hái. Nákvæmlega. Það er ekki hægt að bera þetta saman við neitt annað. Það er bara eins og ber saman sko dag og nótt. Þú berð ekki saman þessa hluti við eitthvað annað. Það er ekki hægt. Nei, ég verð að viðurkenna það. Ég hef aldrei farið á þjóðhátíð, þannig að ég veit ekki alveg hvað fólk er að tala sko. Ég trúi þess ekki. Þú voru að trúa því. og komin á þennan aldur? Já, komin á þennan aldur, þannig að fúst alveg með það, sko. Það verða allir að pröfa þjóðhátíð inni sinni og þeir sem að pröfa þjóðhátíðina, þeir ánetjast. Já, ok. Og þetta er náttúrulega svo mikill kúltúr og það er bara svo margt í þessu, sko. En þá segir líka bara, þegar maður er komin á þennan aldur, þá langar manni kannski ekki alveg að gista inn í dal, sko. Nei, það er hægt að gista allstaðar út allan bæ, það þarf bara að hafa smá fyrirvar á því, eins og bara þegar út að pantaði flug til útlanda, þá gerur ekki deginum áður og ferð, heldur. Þú gerir það með svona hálfsás fyrirvara eitthvað svona þess. Ég held að margir sé að panta þetta bara leið og fólk er nánast bara komið heima að vestlum ekki að panta sér gistingu fyrir næsta ár. Já, maður hefur heilt það, sko. Já. Sko, að sama tíma ári var frækt leikrit og þetta er eiginlega alveg eins. Svo eru margir sem er að taka sér til líka og taka sunnudagskvöldu og í rauninni bara er ekkert að gista, fara bara fram og tilbaka. Já, það er hægt, það er bara þetta snýst allt það hvert það er hægt að ferja fólkið á milli. Já.
það er það er mesti flöskuhálsinn. Ef að væri hægt að gera þetta eins og Eyjamenn vildi gera þetta sjálfir, þá var þetta ekkert mál. Nei, þetta er búið að vera svolítið vandræði núna og hefur þurft að hækka ferðum og annað út á landi. Já, sko, ferjan sem siglir milli Akraness og Reykjavíkur, hún fær ekki að... Nei, hún fær ekki að fara. Samgöngustofa er búin að synja því. Já, ég meina, hvað er að þessu fólki? Það er spurning. Það er allavega ekki ennþá komið rök fyrir þessu. Nei, en það er bara það er alltaf í þessu þjóðfélagi skona fólk sem að vill ráða og bara það breytist ekkert úr samkvæmsan og þú mátt ekki vera inn í samkvæmsan með mér, þú er að vera fyrir utan. Þetta er alltaf svoleiðis. Það er vonandi þetta leysist nú. En svo náttúrulega kannski að öðru, það er náttúrulega leikdagur í dag, síðasti leikur Íslands og það á móti Austurríki. Og austurríska liði búið að koma svolítið á óvart í þessari keppni. Já, en maður sá það nú í gær hvað þjóðverðnir eru firnasterkir. Ég held að þeir vinni þetta. Þú heldur að þeir vinni, á næsta spurning. Kannski Danir geti kláraði með eitthvað. Já, þetta verður spennandi. Mjög spennandi. En við þurfum að vinna hann leik þannig að allir verði glaðir. Já, svo sem skiptir ekki máli úr þessu hvernig þessu leikur fer, en þetta náttúrulega maður ætlar að fara með náttúrulega svo sé höfuð hátt að þá er það skemmtilega að sjá þær vinna með eitt leik á þessu móti. Já, bara móralt fyrir liðið. Já, það er alveg rétt. Og það er á sigurgöngu allar tíð og svo kemur skellin þeir taka á móti þessu stóru. Já, nákvæmlega. En svo er það líka þegar að koma inn þessi meiðsli rétt fyrir mót, þá hefur það líka áhrif. Já, það er mjög leiðilegt. Það er svolítið þannig. Mjög. En einhverja fleiri fréttir úr flóanum? Nei, ekki nema bara að það er verið að byrja að undirbúa ávituna sem að kemur út mánaðarlega. Ef fólk er með eitthvað efni þá getur það haft samband við mig. Já. Eða hana Fanneyju. Og allt efni er þegið og vel þegið og svo framalega sem það er ekki pólitískt en svona skemmt efni þá er það alveg vel þegið. Alltaf pláss. Svo hefst náttúrulega bara undirbúningu fyrir haustið, þó maður vilji allavega vera að ræða það í júlí. Já, það er náttúrulega bara eins og gengur. Já, nákvæmlega. En talandi... Skólamálin og allt það og nýr skólastjóri og fullt af nýjum kennurum og það er skemmtilegt. Algjörlega. Bara æði. En þar sem að þú tala nú Vestmannaeyjar og þú verið til í að vera hér, þá er ég að spája að spila fyrir þig hérna þar sem hjartaslær. Ég held að það sé eigi bara vel við. Já, eftir þetta samtal. Það væri frábært. Er það ekki? Jú. Það er gaman að heyra í þér, Raggi minn, og Gulli verður í bandi við þig svo í næstu viku. Segðu það. Allt í fína. Já, bye. Kveikjum eldana þar sem hjartað slær